Já, herru, við vorum að eiga rosalega umræður hérna off the record. Já, ég var náttúrulega viltist í íbúðinni og var að leita hleðslutæki og fann herbyggi sem geið mér bara ketilbjöllur og bakpoka. Hvað er með mörg herbyggi þannig? Ég segi bara, eins og Lil Wayne sagði, my room's got rooms, sko. Það er bara þannig. Meina, hann er alltaf með herbyggi fyrir ketilbjöllur og bakpoka og þetta er ekki einu sinni bakpokar undir ketilbjöllur, þetta er allt bara svona, og sumir þessi bakpokar virðist hafa mjög þrönga function, sko, eitthvað svona hlaupabakpokar eða eitthvað sem tekur hlaupi laugavegin með. Herru, hvað segist þér? Hvað er þið, má ég spyrja ykkur, Ganni, nú erum við að hittast hérna, klukkan er 13:17. Já. Hvað er þið búin að gera þetta? 700 símtöl. Hann var að tala um þessu skarpinu sem þú eru komin í. Ég ætla ekki að nefna lagi, veist hvað ég einu sem ég gert það? Ég tók gamalt lag með þér og hlustaði á a cappella, bara ég er svona tæknið sem getur tekið a cappella úr, sko. Já, ok. Hvað tæknið það? Það er eitthvað. Þannig ég hlustaði á það bara a cappella, sko. Já. Ég veit ekki, ég ætlaði ekki að vinna með hann. Þú komst ekki lengra, sko. Það er einu sem Vaknaður bara fyrir 20 mínútum? Nei, ég er búin að vera. Það er ég þess að 2-3 kaldir á mig í gerð. Og með 2 norðmönnum út að borða. Já, ég sá það. Og hérna... Ég satt með Kjartan Henry Finnbósinu, hann var að sína mig, hann sagði, Danny living the good life. Já. Þetta var nokkra Barolo og fleiri flöskur, sko. Já. En já, ég er bara búin að vera að preppa ykkur og hellu upp á og svona fyrir ykkur. Það er gott. Góður uppáhellingur. Og taldu Hvað ertu að bjóða okkur upp á? Þetta er nýtt kaffi Colombia Los Flores Clementine. Já, svolítið fengi kaffi. Og þetta er mjög fengi, þetta er kissuber, blóðappelsína og hunang og þetta er sko valið á Nordic's Best Roasters Public Choice Awards. Og þetta er frá te og kaffi. Þetta er frá te og kaffi. Dóri, við sendum þig í mission, kaffimission. Já, sendum við mission, þannig að ég mætti þarna með úrslega svona nettum gaurum, með úrslega alvarlega týpur, sko, og þeir voru strax eitthvað byrjaði að skáka mér eitthvað hvernig kaffi vilja. Já, við erum að útskýra að þetta er svona mission á vegum te og kaffi. Já, þetta var side mission. Ég fór að level up hana í höfustöðum te og kaffi í Hafnarfirðinum. Þeir hefur reyndar skipt höfustöðar 3 árum áður, áður en að ég labbaði inn í íbúð hjá okkur Pólverja fyrst, sko, sem var bara með kött að setja í vélina og ég var bara, er ekki te og kaffi hérna? Hann bara, og ég labbaði beint aftur út, fór bakvið, ég var ekki te og kaffi hérna. Þeir eru ekki verið í svona 4-5 ár, ég bara, ok, labbaði göttuna, þar voru þeir, búin að koma sér kósi fyrir Dóri nafni minn og ég hitsa gaur og ég byrjaði strax á að taka út á mig tippið og var eitthvað, hvernig kaffivélar eigi því og þá áttu þeir allir eitthvað hefi, dýrar og flotta vélar og ég bara, og svo voru við bara komni fannir að þreifa okkur kaffibönum og fengum sjá eitthvað róst í gangi þarna og svo að vera að dæla kaffi, þetta var mjög gaman og meðan te og kaffi er að vinna geðt starf, af því þeir eru að framleiða bölk kaffið það sem svona fólki vill. En þeir eru að hugsa hausana líka. Þetta er alveg, sko, þetta er fyrir hausana, sko. Þetta er bara Big's first LP, sko. Þetta er algjörlega. og ég hafði gaman að þessu, sko. Svo var ég að fara eitthvað að keyra eitthvað stráka á æfingu. Tók gott session í gær. Ég keyrði sonur minn á handboltaleik og vinnar, svona handboltaleik sem þeir átt að vinna og voru að vinna og svo, þú veist, gerði dómarinn eitthvað sem hann hefði ekki átt að gera og menn bara mistu hausinn alveg fullkomlega. Og það var bara hérna. Já, það var bara öll spjöldin en það var aðalega, það er þessi fíla í svona gaurum, sko, þú veist, þeir náða haldinni alveg yfir kampana og allt, sko, það bara sagði engin neitt, það hefði verið að steikja þessa svona íþróttafílu á pönnu einhvern veginn, sko. Og þeir voru að vinna og töpuðu? Og töpuðu, já, alveg bara voru flengtir voru að flengja og voru flengtir. Já. Got spanked. Og það er bara handbolti for you, sko. En hvernig er þessu dagar þegar þið steindið að svona flakka inn á milli til Evrópu? Er þetta, þú veist... Sko, í dag er búið að vera mjög dæmigerður dagur hjá Dórdína. Ég vaknaði og skrifaði eins og svo fór ég í gufu, svo fór út með hundinn, svo hafði ég áhyggjur í hreinan klukkutíma af hinn og þessu. Og svo keyrði ég hingað og átti eitthvað jógurt á leiðinni en mjög dæmigerður dagur enga síður og svo er ég að fara bara í svona eitthvað krossveðarblöður og einhver svona ævintýri eftir. En þegar við stendurum að flakka þá er þetta early morning, maður flýgur alltaf svo snemma frá þessu landi og svona fer eftir hvað unionið hefur verið sterkt að biðja það er ekki tekið upp á travel day eða hvort að við bara verðum að taka upp á travel day, sko. En við erum ekkert að fara núna í 2 mánuði, held ég, sko. Það er þannig? Já, það er svoleiðis. En þú ert að fara út til Króatíu, ekki? Ég er að fara til Zagreb. Þetta var að Europe Maxa það? Ég er að fara eitthvað austur-Evrópu Maxa, sko. Hafið þið farið til konið Zagreb?
Nei, ég kom Já, til bara stutt einn dag. En ég hef verið svolítið í Króatíu. Það er bara að rapper með bestu löndunum. Ég veit það, en vandamálið er þetta að ég fer í gegnum sama rúndin þegar ég ferðast á það sem ég hef ekki ferðast á. Ég opna Raisin appið sem segir mig hvar best náttúruvín og... Er það untapped vínmannsins? Já. Og svona yfirleitt finnur þú góða mat og góða veitingastæði gegnum það app líka og svona og svo fer ég á Reddit og svona en minnst allir posta að vera bara herru Króatíu geðveikt land, ekki koma til Zagreb, farið á alla aðra staði en Zagreb og meira sér spurði Twitter var eitthvað görg, ég myndur bara að leiða bíl og keyra hinga og þetta er bara klukkutíma og eitthvað maður eitthvað shit svo þú veist held ég áfram að googla og þú veist og meira sér bara svona myndböndin á YouTube, það er ekki svona gauðra með tattoo eitthvað svona eitthvað, found this amazing beer place eitthvað, þú veist, þetta er meira bara svona eitthvað frinslið sem er að ferðast þarna í Zagreb, sko. Takk eftir þess þegar þú veist, ég er farið til Berlín og ég er kannski í Prenzlauer Berg mitte feeling, það er bara gaman ég er alveg að gera túrista is shit því ég er fucking túristi, þá kemur þú gæk, hvað það gera þarna Sko, Berlín dregur fram það allra versta í fólki, sko. Og þú ert að fara í þetta hverju og ég ekki, ok, fer þanga, mættur ykkur hverju og ég bara eitthvað, hvað á ég að gera hér? Það er bara ekkert þar. Sko, eins og ég segi, Berlín, skemmtistæðir, veitingastæðir, hverfið, þetta dregur alveg fram svona það versta í besservissera hipstefnum, sko, sem er bara mitt það verið í Kreuz, Köln mitt á milli Kreuzberg og Neukölln það er eini staðurinn þar sem arabandir eru og fara á markaðinn og þeir verða alveg brjálaðir sko og svo þegar maður byrjar að klúbba þá bara já ok, ert þú ennþá að fara á Berghain og svona þeir allra hörðustu þeir eru eins sem bara, já ég er hættur að fara til Berlín ég fer bara til Leipzig, það er svona svo Berlín var in the 90s menn segja það skilur ég var eitthvað hanga sko ég fór einu sinni til Berlín og ég hitti gæjar sem ég kynntist eiginlega bara í röðinni á Æslandir og við byrjum bara að hanga með honum á rauðinni í flugvélina? Já, í flugvélina, ekki Bergan rauðinni bara í flugvélina og ég bara byrjum að hanga með honum fengum okkur drikk í vélinu með honum og sér bara fórum út með honum og hann bara fyrst sem við fórum að hamburgera búlluna á Íslandi og bara sér bara hjekki með búlluliðinu og þeir voru eitthvað Warpigs jú, fínt, brjósviði alltaf hérna þetta, mjög fínt brjósviði, alltaf hérna allt annað var brjósviði sko og hérna, en já, og síðan var fólk bara, þú ertu bara að vera bara á búllunni í Berlín síðustu 3 daga, sem var rétt ég var bara ógeðslega mikið að hanga á búllunni með Íslendingum Það er safe space að vera með Íslendingum en ég veit ekki hvað er með Berlín það er bara því Berlín er óslega cool borg og því meira sem þú þekkir cool borg, því meira cool ert þú einhvern veginn, þannig að þú veist vinur minn orðaði þetta óslega vel sem flutti til Berlínar og hann var eiginlega viðþolslaus við að flytja til Berlínar og hann lakkaðist til að flytja til Berlínar og vorum í námi og hann bara, ég bara get ekki betur að klára að flytja til Berlínar bara vinna í ykkur alvöru og svo kemur hann aftur á Berlín og segir bara, já, ég ætla ekki eftir Berlínar og segir okkur ekki, hann segir að Berlín svo staðar er svona á ógeðislega cool kaffihúsi umkringdur ógeðislega cool liði og þú ert að segja ógeðislega cool stelpu frá ógeðislega cool heimildamynd sem þú ert að pæla í að gera svo missir þú pennaðinn, tekur hann upp og stendur upp og 20 ár hafa liðið og þú ert ennþá á þessu kaffihúsi með ógeðislega cool liði að segja öllum frá því hvað með ógeðislega cool hugmynd hann bara, hann vildi meina að það bara gerðist ekkert nema spjallið og vini mínir sko í Þýskalandi að ég var í námi í Þýskalandi þeir sögðu mér sko, þú meikar það ekki í Berlín þú meikar það utan Berlínar og kemur ríðandi inn í borgina með meikið þitt sko, og Berlín kallar á þig þegar þú ert búin að meika það sko og hérna, sem er óslega rétt í minni tilvillig Þorleifs Arnarssonar sem leikstýri þú veist, hann gerði allar stóru uppsetningarnar svolítið sem hann var frægur fyrir utan Berlínar og fekk svo kallið í Volksbühne ég segi bara, jú, Berlín, fínt brjóðsviði, samt en ég vil tala um að, já, það er komið nýr vefur á Teokaffi, teokaffi.is það er þetta pantnit allt og appið sem við tölum snild, pantað þar og þetta er Public Choice Awards, það er Colombia Las Flores ég mæli með þessu, ég er búin að vera að draga espresso með þessu heima upp á síðkastið og við mikla kátínu heimahólsins sko. Bönir sem að Dóri sá að rista, ég ristaði eitthvað er þetta bruggað af riddurum? Létt rista, riddarabruggið sko en já, þetta var já, ég er að fara til Marbella helgina fara DJ og fyrir hvaða samkomu? Fyrir banka fjárhættingabóka, kvika bóki og sjárátt þeir að hlusta og bara vonandi bara verið stilt það er eitthvað, já það verður partíð þarna
og ég hérna búin að láta leigja græju fyrir mig úti og svona. Já, Þetta græði, på kettlingu? Já. Þannig að þú ferðast ekki með þetta eigið? Nei, það engin DJ að fara gegn sem hefur do you play house music? Og ég hef verið að leigja græjur og hérna, já, bara hlakka til. Hvernig hefur þú farið oft út sem plutusnúður? Já, ég farið oft. Og þú veist, þú flýgur vandalega með fólkinu. Já. Sko, er þetta eitthvað skrítið að vera... DJ í vélinni? Sko, hérna, það er ógeðslega fyndið að fara, stundum er þetta bara risastórir vinnustæðir, stundum er þetta bara eitthvað vélsmiða Sigurjóns og ég er bara orðin bara einn af einhvern 20 manna hóp og maður er bara eitthvað, ekki hlusta þennan alltaf fullum og maður er bara, og sér bara segir blessu þetta fólk og sér ertu bara áttir bara svona innóta varstu bara svona, fegst að upplifa disposable vináttu við þetta fólk Já og tengir ekki við þetta samt. Já, þetta er geður. Jú, ég reynist alltaf bara sem veislustjóri að vera ógeðslega svona distant í raun og veru sko, því að það eru bara svo margir veislustjórar sem það er sko á gráu svæði sko, hvert hlutverk það er það að stýra veislunni, er það að dett í það með starfsfólkinu og ég nenni ekki að vera sákur sko. Ég mættur í vinnu og verða að hugsa þannig ég er sko að fara að vinna í Zagreb, ég er að fara að veislustýra íslensku fyrirtæki. Það er þannig? Já, og rafmiðlun. Og hvað verður lengi? Ég verð í 4 daga eða eitthvað og þú veist, en ég meina það sem heyrist á öllu er að það sé mjög mikið svona silent, strong kallmennum hana sem svona lappum göturnar og svona og krótar, þetta er harði gaurar þetta harði gaurar og íþróttagaurar og svona og ég kann vel við með svoleiðis mönnum sko. Góð matur þetta? Góð matur, ég er búin að panta borð á 2 veitingastöðum. Alltaf að vera í Zagreb allan tíman? Já. Það er mjög gott að keyra þetta sko. Já, ég keyri gjarnan mér finnst gott að keyra í útlöndum sko og mér finnst ég svona oft kynnast land og þjóð betur eftir ég er aðeins búin að þenja þarna sko á okkur bensinstöðum og fara á bensinstöðar og allt þetta en ég hugsa að ég ætla að nálgast þetta frí að ég er að fara með konunni minni hún kemur með ég hugsa að ég ætli bara að reyna að koma endunar í heim sko. Já. Eru þið vespukallar eða? Keyrum á vespu? Alls ekki þannig Sko, ert þú þar eða? Já, mér finn það sög ég var á Ítalíu með hérna, og Ischia ég segi maður Ischia, ég veit ekki Ischia, ok, whatever það er eyja, utan Napoli og ég var með Villa Vill og strákurinn með Húrra, Sindra og Jóni og við vorum búin að vera Vespu bragur á þessum hóp og þeir voru hverju veitum á vespu og ég var bara svona fuck hugsaði bara, ég hef aldrei farið á mótorhjól ég hef aldrei farið á vespu, ég kann ekkert á þetta ég bara, og þetta eru geðveikt þröngar götur þetta er ekki besti staði til að vera á vespu þetta er bara svona blind Já, maður vill taka víðu beigur á vespunni og ég er að tala sko, þú sér bara, þú veist ég var svona, ég ætlaði bara að taka þetta á kassan og gera þetta, en síðan kom að ég átti að vera að starta vespunni og þá kemur bara, þeir sjá bara ég setja hann í gang og það hippir svona 1 metra og þeir sjá bara, þeir sá bara þessi maður aldrei fara á vespu þessi þeir reyndi að vespumenn þannig að ég sá bara þeir voru sýndu ekki alveg hversu disappointed voru á mér sko að vera svona lélegur á vespu og bara kunni ekki þannig að ég þurfti að vera fyrir aftan Villa Vill og alltaf svona hann og keyrum allt og hann var bara með Balenciaga-glirun bara. Þú varst farþeginn. Já, en ég sá sko Var ekki hægt að fá svona sidecart? Það hefði verið gott. Þess að pappi Indiana Jones nefni. sko, það hefði verið fucking alvöru ævintýri maður. En þegar ég var þarna, þá sá ég í alvöru tali, ég held að einhver hefði verið dáinn. Það var vespa sem hefði farið og gert eitthvað. Og ég held, þetta var bara ég ef ég hefði farið á vespunni. Já. Það var sjúkrabíll þarna og ég bara... En það er rosalega að keyra á Ítalíu. Sko, þegar maður hafi keyrt bíl á Ítalíu. Ég hef einmitt bara heyrt að á söður Ítalíu sé engin tryggður, heldur, þú bara signir litla Maríu mei að hún leggur á stáðtíðumferðin og það sé tryggning. Það er smá þannig, það sem ég hef keyrt í Króatíu líka, þetta er svona, ég hef verið mikið, tvisvar komið til borgar sem heitir Rijeka, sem hún er svona 2-3 klukkutíma frá Feneyjum. Já. Og þannig að þetta er mjög svipuð stemming í Króatíu og Ítalíu og göturnar þröngar. Og eins og þegar maður keyrir á Ítalíu þeim er alveg sama sko. Þeir eru bara, ef þú ert á 50 það er 30 gata og hún er bíllinn pluss meter í sikur áttina þá er það að reyna að taka fram með þér sko.
talandi bíl og að kíkja á Magga Nói bíl sem er Reykjavík, hvaða bíl, hann sendi okkur Bíl vikunnar. Já, þetta svona bíl sem ég væri til að vera á í Zagreb. Þeir myndu respekta mig á þessu í Zagreb. Ég sagði það við Nóina sko. Býtu, hann er alltaf með einhverja tilboðsbíla en handa okkur. Það er Land Rover Range, eins og ég sagði við Nóina. Nóin kefti Range og everything's changed. Nákvæmlega. Hvernig bíl átti Nóin aftur? Það var Hann átti Honda Civic. Honda Civic með stúsílimmiða og það var það var Hann keilaði í skottinu. Já, þú ætlar að taka sætin svona fram, þetta var svona 3 dyra bíl með Hann proppi keilaði í skottinu sko. Þetta er Land Rover Range Rover P510 HSE. Hvað er það? HSE er svona, þú veist, típan af Ok. þú veist hversu mikill luxus eða auka búnaður er þarna, mér sýnist þessi vera hlaðin sko. Hann er með 100, þetta er geggja, hann er með 118 km í rafhlöðu sem er, þú veist, ég á svona hybrid og hann er með 50, gefið upp 50 km sem eru 40 eða 38, þú veist, ef þú bara slekkur á öllu og er bara skítkallt í bílnum, ef ég hef gert það, til þess að mér, og þú veist, 118, hún það ná kannski 100, það er ógeðslega góð, það er dagurinn pluss smá og það sem að mér finnst líka mikilvægt þegar maður skoður svona jeppa og jepplinga. Þetta er 3 litra vél. Þetta er 3 litra vél sem þýðir að þetta hentar sér íslenskum aðstæðum. Það var alltaf mikið selling point hérna í gamla daga. Hvað sér íslenskar aðstæður. Hvenær ertu með 2000 vél? Það er að keyra yfir umferðareyju í slitt. Þannig að þú ert með 2000 vél og þú vilt vera í 3000 vél. Já. Ég man einhvern veginn, ég kefti fyrsta bílinn minn, tjónabíl og varstu hvað ég var alltaf að passa að keyra hann ekki yfir eitthvað. Já, þú varst á svona flóðabíl. Já, flóðabíl. Það er ekki, var þetta ekki sem flætti... Hvað, ég víkatindi það? Nei, var þetta ekki sem fluttið frá Bandaríkjunum? Nei, ég var á bíl sem að var tjónabíl, ekki flóðabíl. Ok. Já, en hann er kannski verið ykkur flóði, ég veit ekki. Já. En sko, mér finnst, svo ég segi við fólk sem er eitthvað íhuga að kaupa sér Range Rover. Ef þú ætlar að kaupa þér einhverja aðra típu á 18 milljónir, af hverju ekki að setja auka 6 og fá þennan? Skiljið hvað er að fara? Já, nákvæmlega. Þú ert komin eitthvað á stað. Nákvæmlega, þú ert með 400-500 milljónir bara eitthvað að leiðast inn á bankareiningi, skiljur þú veist. Það var ekkert að gera. Það er ekki að kaupa þér 2, segir ég nú. Þú veist, ég alveg láta á að tala saman og nefna, svo leiðist ekki bílunum, sko. Hvað segir Maggi? Nú, ég hann sendi bara glæsilegu Range Rover, Petrolix blár, ótrúlegu litur. Já, ég ætla að reyndar, Bergur Ebbi, ég ætla að vitni hann, þessi litur, svona metallic blár, ærir hann. Hann staðnæmist við alla bíla sem eru með metallic bláum. Þetta er geggjaði bíl. Þetta er mjög fallegur bíl. Þegar hluti fara að gerast fyrir mig, þá ætla ég að kaupa svona bíl. Sjáu líka bara svona endurskinnið og svona. Ég er búin að hitta Magga svolítið mikið á undanförnu. Ok. Bara förnum vegi. Aðalega, við erum búin að hitta hann núna síðast á körfuboltaleik í Ásgarði með fjölskylduna. Það er svo bjart yfir hann. Já, hann er í laser, hann er high energy. Það er metallic blue ára yfir hann. Það er þannig. Hann er flottur. Og kíkja á bílum sem Reykjavíkur, þau eru með Instagram líka, tjekkja á því. Og bara, ég talandi bílasölur og tala Berg Ebba. Ég hef verið að DJ-a svolítið í þessum umbúðum, það er eitthvað svona að lána sig um bíl og ég er að DJ-a. Þá hef ég hitt Berg Ebba svolítið. Bergur Ebbi fer á svona opnarins þegar að vera að lansera bílum, hann er bíláhugamaður sko. Og hann er ekki líka áhugamaður bara áhugamenn bíla ég hitt hann er alveg, þetta er ekkert svona já, ég er bara að fá í sig eitthvað, hann er alveg bara, hann er alveg búin að gera heimavennum bílinn og er eitthvað, ég var að pæla þessum en þessi er helviti flottur sko, einn íslensku rappari er, og ég viljum ekki segja nafnið hans, er sagður hafa sagt þetta konur þegar menn vildu meina að hann væri svona ég reyna að orða þetta kurteislega að hann hefði lægri standarda en aðrir, þá var hann sagður hafa sagt allar konur eru fallegar þegar þær eru á stundakynlíf og hann orðaði þetta tölvöld grófara meira þess að en Bergur Ebbi, hann kendi mér það að sko allir bílar eru fallegir ef þú frá sjónarhorni orkunar sem þeir miðla skilur þú, hann var alveg farin að fíla bíla löngu fyrir að fíla lag sko, hann var alltaf að draga upp bara svona myndir af bílasölum bara dórið djúlar ekki að vera á leiðinni í verkfalli að kaupa kartón og sígarettum og höfn í Hornafirði á þessum bíl það er eina sjoppan sem er með þetta minnum að væri bara jöfnlega rétt þegar maður fer inn í einhvern veginn konsepti á bílnum og hönnununa og bara og jafnvel þá hann yfir eitthvað pínu lítill þá ertu bara þetta er alveg bara þetta er fyrir svona litla Nissan Micra sem voru einhvern veginn pínlitli bílar en þeir höfðu samt eitthvað svona
það var eitthvað svona Zagreb orka Já, yfir og þeim, þeir voru harðir en silent litli bílar, þjónuðu tilgangi. þjónuðu tilgangi. En ég ætla líka, nú fyrst við erum bara að taka styrktaraðal okkar, sponsor okkar og samstarfsaðala, ekki að salta eitthvað. Jú, Ég væri til í að salta í bóði saltverk. saltverk og saltverk það besta sem þú færð. Eru þið búin að elda eitthvað í vikunni sem var? Já, Hvað er þetta? Ekki mikið. ég eldaði til dæmis pasta alla norgina og svona Hvað er það? Ég skal segja þér sögun pasta alla norgina, en einu sinni var ég staddur á veitingastað, ég var á klóstur á veitingastað, ég kem tilbaka og var einhver maður að reyna við Magni og vinkonunnar, fattaði ekki að ég væri þarna líka, ég held að hann væri bara komið 2 flugur í netið sko, og ég bara, heyrðu, hvað er í gangi hérna, og hann eitthvað, hérna maðurinn, og þá vorum við í íslenskum veitingastað í París og hann segir, ég ætla bara að segja ykkur eitt, það er mjög sjaldgæfur réttur til sölu sem kemur frá þorpinu mínu, hann heitir pasta alla norgina og þið verða að panta ykkur hann og bara alltaf panta ykkur hann sjá hann á matseðli, hann er svo sjaldgæfur og ég pældi ekkert meira í þessu, kemur til Íslands sé þessi réttur á matseðlinum á bara Ítalíu, bara gamlu góðu Ítalíu hérna nýra á Laufey, svona sem var fyrsta veitingahúsupplifun marga Íslendinga, einhvern veginn að fara þar og sjá rauðvín í belg og eitthvað svona panta það og pasta alla norgina, það var eiginlega ekki möguleik að gera það fyrir að þessir bræður á Suðurlandi fóru að Tariello bræðurnir fóru að framleiða ítalskar kjöturur og þetta eru svona salsiccia pilsur sem selja, það er bæði að kaupa það með chili og einhverju fennel og rósmarín, eitthvað svona dæmi og þú tekur þær kreistir þær út í svona litla bolta, steikir það, steikir lauk, kannski hvítlauk, salt, líka mikið salt í pilsunum, þeir nú örgulega saltverk, saltið þar svo heldur hvítin út á það, eldra niður, rjóma, svartur pipar, pennepasta í, þekking gott. Sko þetta er nákvæmlega sem ég þarf í líf mitt, það er svona bara curation inn í þennan heim sko. Þetta bara er mér mjög framandi. Þetta er framandi? Já. Hvað borðað þú? Bara svona mikið? Þú ert í vefjum eða ekki? Já, vefjum og allt svona eitthvað low carb, sko, ég nefnilega, þegar ég hætti í körfubolta, þá þyngdist ég mjög hratt. Ég fór upp í 105,5 kíló þegar ég var þyngdur. Þú bara hlíðarnar. Svo sá ég Dóra byrja að tísta þegar Twitter var á hétt hann var að byrja á einhver sem heit keto. Þú varst frumkvöld á því sviði. Já, ég var early og ég misti mikið en það meina það kom allt aftur. Þú varst í fyrsta vagninum. Ég var í fyrsta ketovagninum. Þarna hoppaði ég með þér borð og hef eiginlega ekkert mikið litið við síðan. Ekki verið svona fully keto en svona líf mitt varð betra þegar ég fór að lækka kolvetnin og tek svona keto rikkin á milli og þú átt ennþá finnasta tíst, ég veit ekki hvort sem eru að segja þetta við þig. Þetta er ekki finnast sem ég lesið ég er mjög spennt á Twitter að því var hann miklu finnar einu sinni sko. Það er eitthvað gammalt þegar þú varst að live tweeta því þegar þú varst að koma úr 60 daga ketokúr og svona til að set the stage þegar þú ert búin að vera á keto og færðir fyrst kolvetni og fokkar maður upp og Dóri var einhvern veginn að undirbúa þetta og vissi þetta var coming en hann bara fuck this, ég ætla að byrja á pítsu. Já, kryddbrauði í músós. Kryddbrauði, já. En þú sagði samt pítsu. Það er pítsa, skiljum. Ég fór að fletti þessu upp, sko. Svo Dóri svona live tweeta fyrsta sneiðin komin í munnin og svona og þetta er bara allt svona geggjað. Svo kemur bara svona kortir í seinna, all caps. Líkaminn er að hafna pítsunni. Eins og þetta hafi verið ígræðsla. Það vissi ég svo nákvæmlega hvað það varst, sko. Þetta er mesta ungmaxing sem ég hef heyrt. Ég elska það. Nei, ég hef, sko, ungmaxing, þú veist, við erum að skilgrina það. Ég veit það, en við vorum svo ótrúlega röngum slóðum, hvað er ungmaxing? Það er eitthvað svona að klæða sig í Timberland, þú veist, strákar, ungmaxing er fyrst og fremst bara þegar einhverju gaurar láta eins og eitthvað hafi verið betra eða merkilegra áður. Þá ertu byrjaður að ungmaxa. Annað ungmaxing er þegar þú einhvern veginn ert með þessa orðræðu að stjórnmálamenn sé eitthvað skonar heimskingjar, við sko að tala þeir eru eitthvað, þú voru að sjá hvað Bjarni Ben og þessi pappakassa vinir hans í Seðlabankanum voru að gera núna, það er rosa ungmaxing þegar þú ert farin að láta þess að þetta sé bara einhverjir menntaskólastrákar í einhverju bulli og bara, þetta eru maður spyr ekki hvað þessir höfðingjar alltaf að gera næst maður. Mér finnst ungmaxing
vera að eiga mörg grill, fleiri en eitt grill, vera með eitthvað kólagrill, gasgrill, eitthvað annað gasgrill. Það líka, það öngmaxað sko. Öngmaxing sko. En ég ætlaði að salta. En ég ætla að salta eitt og þetta ógeðslega petty. Þú ert alltaf með eitthvað gett góð sölt, bara sem ristið djúpt í þjóðasáluna, en ég vil bara salta það þegar ég á Instagram og ég að sjá story og fólk með svona on the nose lög yfir, veit ég hvað að tala um, ef þú gera pizzu og með krökkunum eitthvað og segja kemur bara eitthvað lag yfir, það bara pizza, segja kemur eitthvað fallegur dagur, það kemur bara bubbið, það fallegur dag, já ég veit það. Og þú veist, eins og ég gæti til dæmis, ég var með smá on the nose lag en það var svona leigir, vorum að fá okkur eitthvað scallops hérna, hvað segir maður scallops er hérna hörpuskil og það var þriðjudagur, þannig ég seti club going up on a Tuesday, það var vissulega þriðjudagur en þetta var ekki eitthvað vissi veiða með eitthvað lag. Já, ég gerði daginn, þá var ég eitthvað myndband að mér og dóttir mín að hjóla og þá skrifaði ég bicycle og valdi bara eitthvað gott lag sem bara Queen bara. Nei, ég var með annar lag og hvað lag var það? Ég veit ekki sem hvaða lag það var sko. Það var bara eitthvað sem fjallaði um hjólreiðar sko. Og þannig að ég veit hvað þú meina, þetta góð söltun því að mér, og nú ég að segja þetta þegar þú bara ert að nefna þetta ég hef hugsað þetta þig þú finnur góð lög sem eiga vel við sem eru ekki út úr leitavélinni. Þetta geti jafnvel verið eitthvað svona þjónusta sem þú býður upp á að leysa samfélagsmiðla pósta með rétta laginu. Já, þú ert ekkert að vinna mikið með lög. Bro, ég er svo lélegur á þessu öllu, ég var bara að pósta á hana því ég er að fara á túr, Feita hjarta er að fara út á land, ég er að fara á Söðukrók, Akureyri, Egilsstaði allavega og bara, þú veist, í myndbandinu sem ég sett inn á, ég að segja Danna eitthvað, Danni, ég er að taka upp Instagram núna, ég ekki trufla mig. Jæja, við erum á leiðin út á land með Feita hjarta og ég kann ekki að klippa og eina lagi sem ég set undir bara lagið þarna með sína Simma Will, Bad Boy, Playa, William, Mera. Ég verður þetta að gefa, það ofta einhver svona hidden gem lög sem þú setur undir íslenska rapplög sem ég ótt uppgöta einhver rapplög út af Instagram hinn sko. En oft sem ég að setja lag og þá kom einhverja uppástungur á lagi og það svo létt að selja mér og það alltaf uppástunga Purple Haze með Cameron Killa Cam og ég elska það lag, ég bara elska hann þegar hann kemur og mér finnst það svo mikið Killa Cam Killa, mér finnst það bara að setja mig í andaheimir en ég vel að yfirleitt alltaf það setja mig í grá og einn heitir Danna sko, þið vitið að Gauri syngur, það heitir eitthvað Oprah Steve og hann er sko einhver ég veit ekki hvað hann lítur sé bara frá Puerto Rico eitthvað, hann er alltaf í jakkafötum, hann er svona eins og muni eftir Doug Kjúla, hann er Brakula Greifi, hann er svolítið eins og pappin því muni getur og hann er sko með svona hár tilbaka og hann er eitthvað Killa Cam og ég sá eitthvað vídeo á honum og sagði bara cool story bro þar sem hann er eitthvað á Sparrows að syngja bara Pavarotti bara og kamerun hefur bara fundið hann að Gaur og verið bara hvaða mistari er þetta sko. En þetta eru lög sem en my bros ég spyr bara þú veist erum við á TikTok eða? Nei, við erum að fara að gera, ég er alltaf á leiðinni ég er ekki eins og þar sko. Ég þarf á og til að ræsa TikTok út af bara gáka börnin mínu að gera ég er hættur að sjá það sem þýðir að þau vita að kunna meira á TikTok en ég sko, því ég get ekki eins og flettum upp lengur sko. og helst ég bara að blokka mig en bara ég fór í fyrsta skiptin á TikTok síðasta haust ég hafði bara ekki hugmynd um það og svona og shit boys þetta var högg í maður bara allt þetta lið sem að sturlast úr einsend sérmaður og það bara inn í einhverju svona grárri íbúð það sem bara búið að setja plastparkett á ískápin einhvern veginn og það bara eitthvað í dag ætlum við að gera super nachos og ég hérna með poka af Doritos með nacho cheese bræðinu og þú veist og fyrsta lagi það bara svona vond stemning í myndbandinu svona ekki hlýleg og svona mjög mikil selkjara stemning einhvern veginn og rétturinn maður bara þú ert bara að hella einhvern draslu póka og setja svo bræðin ost yfir það og kalla það gott og svo líka rosalega mikið af fólki
í auglýsingadanni í geðrofi þarna sko alvöru, sko, og ég meina ekki einsinni ég er ekki einsinni, ég er að tala alvöru geðrofi, ég er að tala að það bara að segja eitthvað og svo 50 setna það eitthvað já, ég er komin inn á deild 32 hérna, ég er búin að vera í stífu geðrofi undanfarið og það er bara helling af þessu fólki og það er rosalega mikið af særðu fólki þarna sem er einhvern veginn svona eitthvað í dag ætla ég að segja ykkur 5 vísbendingar að þú sért í sambandi við narsissista en ég hef náttúrulega reynsla af því gegnum bassföðu minn sem er væntanlega að kommenta á þetta hérna og það er bara svona þetta er það sem heitir á mannlegri tungu blæðandi sár og það er miklu meira af svona myndböndum og sko algoritminn þarna, hann er svo fljótur á að þefa upp í veikleika hérna til dæmis, ég var bara að fatta að ég fer náttúrulega svona einu sinni í viku ég endanum er ég bara að horfa á myndbönd sem er eitthvað svona animation við síðustu augnablik flugmanna úr cockpit flugvélar sem er að hrapa það sem er eitthvað Mayday og þú veist og hún veit að ég horfa á þetta hún hræðir mig og sýnir mér og þú veist bara ég held að heimurinn væri fallegri áður en ég fór á TikTok ég held að hann væri miklu fallegri og að ástandið væri betra og ég er búin að vera dapur sinni fórhundu það er ekki einu sinni ég er ekki einu svona íkja ég er búin að vera raunverulega dapur ég er bara svona að hugsa ljóð eins og þetta er ljóðbók sem þetta er hughreysingar þeim sem finna sig ekki í samtíma sínum og mér líður þannig sko þú veist ég bara alveg síðan ég fór inn á þetta og það má vel vera að þetta hafi gert eitthvað glóríur í hinu arabíska vori eða eitthvað en þetta með samfélagsmiðla oft finnst mér bara Twitter með öllu sínu hatri og svona dóti finnst mér ennþá bara eitthvað svona jæja hér höfum við nokkur orð, þau geta verið ljót, þau geta verið falleg, þau geta verið líð, þau geta verið sönn, I don't know, here you go á meðan allt hitt er bara svona Jesús Kristur og síðan talar fólk, munið þegar það var glansmynd samfélagsmiðla þú kannski sást fólk sem leit út rókslega happy og það var bara í geggjum sumarbústaðaferð með eitthvað og svo skildi það, þú veist bara já, það er nú ekki allt sem er sagt á samfélagsmiðlum þetta verður einhvern veginn snúist við, nú fólk bara ég er eitt hér og það er búið að taka börnin af mér en ég ætla að elda pulsupasta og kenna eitthvað það hefur veitt mér styrk á þessum síðustu dögum og þetta er bara myrkur sko það, mér finnst geggjað þegar að maður sér eitthvað sem er nýskilinn og hún langar og ég skil þetta hann langar að vera á netinu þú veist, það vill eitthvað taka eftir sér nema hann er ógeðslega lélegur á þessum miðlum þannig að hann er bara eitthvað þessi borðaði 5 ísa í dag og ég er að pæli að byrja að vinna með þetta bara fullar fólk bara þessi borðaði sko 5 ísa og allt og líka gæludýr þú veist gæludýr það eru mjög fá gæludýr sem transcenda þennan miðil einhvern veginn, svo þú tekur myndbönd af og þau eru ógísla fyndin þau gæludýr sem ná að transcenda þú veist þau verða heimsfræg skilur þegar þú bara með einhvern hund sem er flóabitin rakki skilur þú eitthvað Míó var að gilla þetta eitthvað svona maður er bara eitthvað heyrðu shit sko komdu til pappa ég er búin að finna minn miðil og það er sem sagt YouTube Premium ég er YouTube Premium maður og þá borgaru og þú fer ekki auglýsingar og þú getur verið með þú veist, getur verið með svona lítinn glugga og meðan þú gerir eitthvað annað sem er alveg glað en inn á því er YouTube Shorts sem er eitthvað svona TikTok YouTube nema engin íslíkar og geðsvíklingar er að inni skilur. Ég veit það þannig að þetta er svona mér finnst þetta bara að ég er svona smá að því mér finnst alveg gaman að kíkja inn á svona ruglindalla sko en þetta dóti líka óslega snöggt að lesa mig og það er eitthvað þú veist ég fæ bara 10 mismunandi útgáfur eitthvað who's the best swordsman in Westeros af því ég er náttúrulega gamall Nexus maður skilur og er eitthvað hver ætli það sé það er eitthvað Sword of the Morning Arthur Dayne nei býtu finnst honum Jaime Lannister er bestur auknin ég en gaman hérna þú veist eða þessi persón í bókinni sem reynda að drapa aldrei neitt en það var gefið í skinn að hann hefði verið stórhættulegur og maður er eitthvað en ég meina ég horfi þú veist það má ekki sýna mér algoritma á þess að ég missi 90 mínútur á deginu mín ég er bara, hvað er þetta? Og allt í raun er ég bara farin að horfa við erum bara komin í cockpit þar sem einhver japansku flugmaður er bara eitthvað þetta er ótrúlega magna og svo erum við að búa þú veist, fólk að búa til content sem að er eitthvað sem aðrir græða á þetta er mjög áhugavert creators já, þú veist, þú ert með þú veist, bara venjulegt fólk er bara búa til content bara for the hell of it sem að verður svo trafík inn á einhver upp sem að eigundur appana græða á
Já, þetta vítarhingur. Það er það. Þetta er endikapitalisma. Sko, en svo náttúrulega, þú veist, ég tek samt alltaf ofana fyrir fólki sem bara eitthvað, hefur aldrei verið á social media, ekki frækt eða eitthvað, en allt í einu nýskilið eða búið að fá tauga áfall eða vaknaði bara svo ég 40 ára og var bara fuck og allt í einu eitthvað, jæja, ég að byrja í útkamp í dag og datt í huga að það væri gaman að leyfa ykkur fylgjendum mínum að fylgjast með því og auðvitað er maður eitthvað, you go maður, þetta verður geðveikt skilur, en á endanum ertu bara eitthvað akkur fórstu bara ekki í bootcamp og bootcampaðir og sagður okkur frá því eða ekki, akkur var þetta ekki bara lindamálið þitt skilur. Þetta er svona, þú veist, þetta er svona hei, ertu á Instagram? Ég er ekki á Instagram, ég er ekki nefnir samfélagsmynd ég er á Instagram, ég er ekki með posta í 5 ár, við skal ekki að tala þetta er svona, ég er að fara til tenni, ég hef aldrei farið til tenni Já, ég er svona ég er alltaf bara, ég hef aldrei lesið svo Arnald, aldrei spila póker, aldrei farið til Tenerife sem var rétt daginn einhvern veginn Þetta minnir mig alltaf á Pulp Fiction Þetta er anti-Berlínar Þetta minnir mig alltaf á Pulp Fiction þegar hann er að, fyrsta atriðið opnaði skottið þá tóld að volta á Samuel L. Jackson og hann er að lýsa eitthvað að Uma Thurman sé að leika í pilot og hann er eitthvað I don't watch TV, hann er eitthvað, já ég veit en það er til hlutur sem heitir sjónvarp og það er framlítið þættir í það og þetta er svona and you know that people watch it og bara, þú veist, þegar fólk segir svo hann maður bara, já ég veit að það er til eyja samt sem heitir Tenerife og fólk fer þangað og ég er að fara þangað og ég er að fara að segja sögu það cool story en talandi tenni og svona erum að taka sömu umræða, hafið komin tenni eða? Ég var ofta á tenni og aldrei ég vil innviklita aðeins með Túkes, byrjum að tala um Túkes þeir eru sponsor í okkur, þeir eru ekki á tenni samt þeir eru, og þið heyrðu það fyrst hér, breaking news þeir eru að fara að lansera betur en flesti borgarinn og ég var að segja nafnið á honum hittar hann ekki betur en flesti og vinnu einnig var það Stóri Öng borgarinn Stóri Öng Big Öng Stóri Öng borgarinn fyrir betur en flesti bíða við getum örugglega skverað áskrifendum einhverjum 5% allan 5% afsluti eða við niðurgreiðum sjálfur ekstra sósu eða eitthvað og ég vil að við tökumst á hann en það verður að fá KJ-stæl og það er vafinn í salatmat sem rauninni er Dóra að þakka og þegar hann komir á keto-lífstílin og en já, ég veit og getur líka borðað hann Dóra-stæl og borðar hann inn á klósiti farið á orða staði það er hátíðistilboð og það er alls konar dæmi ok, hvað ætlum við að hafa á borgarnum? Sko strákar, ég neita að taka þátt í þessum umræðum að Hjalti sé við eitthvað að fabulera eitthvað hvað er á hamborgar ég er endar harður sinnepsmaður en ég er líka alveg svona fíla sterkt sinnep Hvenær byrjuðu að borða sinnep? Alltaf seint Ég bara, veit það ekki Það var íslenska pulsusinnepin sem skemmtiði fyrir mér Ég veit ekki, ég byrjaði að tala um tenni þegar mér langaði að tala um McDonald's aðeins mér langaði að tala um það sem ég fæ mér á McDonald's og það er kannski eitthvað sem inspirar þetta fjórfaldan rost sem spurði hvort það væri overkill Farið er Big Mac og 6 nuggets Ég fæ mér tvöfaldan rostborgara í iPadinum, þú veist sem maður batar sem fer í að specialize og set fjórfaldan rost Það er rosalega gott Ég fæ mig 2 rostborgara líka Mér finnst ostborgarinn á McDonald's vera vönduð vara Þetta er beautiful og þess að ef þið fílið það fáið eitthvað The Old MC og The Old Mickey D's á Túkes, hann er heldur góður Ég veit ekki fórtum allt annað en mér finnst ekki á tenni að maður svona getur farið þarna á Burger King og fengið sér bara bjór þar sko. Mér finnst það eitthvað væp sko. Ég náttúrulega hef séð margt á Tenerife og hefur upplegað margt, eins og bauð kona mér á Tenerife og við höfum alltaf farið til Tenerife og ég hef kannski sagt þetta áður en þannig ég var ekki, ég fann þetta 5. hótel, það er bara á Santa Cruz höfuborgin, hún fer náttúrulega enginn þangað skilur, hann var alltaf strönd þar sko hann er vorum í höfuborg Tenerife Santa Cruz, í borgarferð en veistu hvað, ég las veisla í farangrunum eftir Ernest Hemingway í þýðing af mig sem er bara besta bók sem ég lesi á æminni annað við bakkan og ég var Magnaði var ólétt, hann gat eiginlega gert neitt og ég var bara tanning beers eins og það sagt var bara að lesa, bara tjókaði og mér leið mjög vel að núti. Ég farið í ferð með svona tengdafjölskyldunni sem var 6 afmæli og öllum boðið og stemning og ég tók eina stjörnu með Steinda sko, þar sem náttúrulega fengum að kynnast aðeins bakendanum á þessari eyju sko. Þar voruð þið í hjólísinu þarna. Og bara, þú veist, fengum að heyra mikið vaskortin sem er að hrjá eyjuna og allt þetta og svona, þú veist, þetta er náttúrulega staður, þú ert í Afríku þegar þú ert í Tenerife en þú heldur þú sért á Spáni, það er snildin við þetta sko. Ég var einu svona bar í Detroit
og ég var að rökra við hennum hérna að ég var að segja ég var að fara til Afríku og þú veist, þetta ekki Afríka, en ég spyr bara kannu, hvað bara herru, sér þess að eigið hérna, Tenerife myndur þú segja þetta verið Evrópu eða Afríku og það bara, Afríku nákvæmlega. Sko, Kanari er náttúrulega hann hinum einn, sko. Hefur komið þangað? Já. Það er mjög svipað. Leif mér að segja að það er mjög svipað. Nefnum náttúrulega Kanari, það var Íslendingar verið að fara þarna sem 1900, þú veist, Klörubar opnaður 78 eða eitthvað, skilur. Eða þau fara þarna út, eða 74 fara þau út, verið Íslendingar þarna. Ég hef verið inn á kínverskum veitingastað á Kanari með prjóna að borða chow mein og á stórum flatskjá fyrir aftan mig er verið að spila live upptöku af Helga Björns og Rauðmönnum Vindana í höllinni og þetta var bara í gangi ég borðaði þarna út af þessu og svona, það eru innkastar á þessu staði þú veist ekki út, svona gaurar sem hanga og special offer hérna og þetta liður oft bara, þú kom að borða smá að fá bjór í maga og maður er bara, rosalegt sko en það er til heimildamynd og ég veit ekki hvort hún sé ennþá á netinu allir heimildamynd sem heitir eitthvað svona Kanari fólkið sorry, má ég stoppa ykkur þess heyrið þið verið að blasta ykkur á músík hérna í þessari blokk Nei, bara einhverja brunveit á hann ok ég heyri það líka sko. En svo hætti þetta er örgulega bara eins og okkur hafi gleypt vasandi skoða eitthvað herru, allavega, pælum ekki þessu það sem ég ætla að segja ykkur, þetta er heimildamynd sem heitir hérna Kanari fólkið þú séð hana? Já, ég man eftir það fara á Klörubar og eitthvað Jú, og það er viðtal með fólk hana í þessari bíómynd sem ég bara, þú veist, mér langar til að halda jólin með þessu lið, það var bara eitthvað maður bara eitthvað já, ég, sem sagt, ég krabba minn í röddina og það voru danski læknar sem sögðu bara ég er að drulla mér í annaltana loftslag, ég ætla að hafa það og ég er búin að vera að vinna, ég er bara síðastliðin 10-12 ár við að hafa milligöngu í kaupum Íslendinga á ráftækjum hér og passa að þeir sé að fá það besta fyrir peningin og alveg top of the line og svona og ég bara, þú veist, mér langaði að fara til Kanaría og kaupa mér ráftæki með þennan mann sem einhvers konar milligöngumann skilur og þeir voru að fara inn í verslanir það voru ykkur gaurar sem voru alltalandi á íslensku, þeir gáttu bara að tjá sig um Grettisögu einhvern veginn eftir að hafa verið að selja Íslendingum vídeótæki síðan árið 1980 og þetta var sem er svakalegt verið að segja herru, ég meina bónus fucking söltun áður en ég gleymi ok hún er umdeild, þetta er þessi söltun alveg bara hérna niður vitið hvaða dæmi má fucking fokka sér bifreiðastöð Oddeyrar á Akureyri ef ég þarf að lesa eina frétt að sé ykkurir sko, þetta er ekki einu sér leigubílstjórar í bænum þetta eru norrlenski leigubílstjórar ég er alinn hér upp maður er bara, þetta er kofi í miðbænum þið hljótið að geta sett hann á umferðareiguna eða eitthvað bara lyftu honum upp og burtu með þetta helvíti maður hafið komið hann inn þetta er eins og að vera á Árbæjasafni eða eitthvað nema það eru leigubílstjórar að hætta að kaupa sígarettur líka þetta er fáránlegt sko, byrju, ok, ég hef alveg komið inn á stöð, skilur, og veit af henni, hvað er hún ykkur, er eitthvað vesen með hana í... Danni, það er önnur hvað frétt, það er bara, það er hérna, það er líka við að sé bara, fyrir að, hérna, rjúfa alþingi bara út af bifreiðastöð Oddeyrar, þess að það er eitthvað skipulags áform í bænum, það er eins og við veitum mikill uppgangur á Akureyri og margt í gangi þarna, og þeir ætla að fara að hlamma einhverju álklæddu hýsi þarna niður til að stemma stigu við alla eftirspurnina og þá, það er sko, þarf að færa þennan litla kofa sem stendur þarna á þessu plani eins og graftarkýli í borgarlandslæginu í alvöru, þetta er bara svona af hverju er þetta þarna og af hverju færi þetta að vera svona miðsvæðis og einhvern veginn, eins og þessi menn get ekki dormað að vera með kaffistofu hvar sem er, skilur og það er konar svo mikla tilfinningar í þetta og kemur þetta manni við má aldrei bara, er enginn með nóg mikinn pung neinstæðar lengur til að segja bara já, bifreiðastöð Oddeyrar, burtu með hana og bara, ég ætla ekki einu svona að hugsa aftur það mál, þið getur bara vælt í koddan eitthvað eins og aðrir, skilur þetta er ástæðan okkur, það gerist aldrei neitt hérna, við erum það þoringin þetta er að ótta við að særa leigubílstjóra alls saman sko, já, ég bara já, algjörlega, en þú veist ég vil láta hinn heyra út af þessu sko mér finnst þetta oft, eins og það er eitthvað komið yfir, kemur bara eitthvað geðveikt leiðilegt í staðinn
Það náttúrulega, þú veist, og býði bara, þá eru eftir að byggja einhverja mjög umdeilda framkvæmd sem setur akkur á hausinn. En come on, þetta er basically eins og Davíðskofinn. Þetta eins og ef gaurarnir hérna á Davíðs svona, eina snið, hefði verið bara einhvern veginn bara, hvað er fólk núna að fá eina snið? Það bara búið að vera hér síðan 1980 að fá eina snið og við verðum bara, eitthvað hérna, nennir þess enginn, skilur, í alvöru, þú veist það bara, ég skal segja ykkur, nú skal ég segja ykkur eitt sem mjög sorglegt. Á Íslandi býrðum við og býrðum svolítið sérstakt þjóðfélag að við höfum alltaf búið við valdasjúkt gamalt fólk hérna. Svona gamalt fólk og sérstaklega fyrir ráðamenn, þeir geta ekki sleppt tökum. Þið sjáðu bara Ólaf Ragnar einhvern veginn, hann bara það bara svona, þú veist hann getur ekki sleppt og þeir verða frekjast að miklu leyti verða að há baráttuna hérna í borginni bara þú veist, hérna, vilja gamals fólk. Sáu þið Ara Edvald þegar hann var að keyra inn einstefnugötu og bara svona gargant út gluggan hjá sér, bara svona eins og ráðvillt gamalmenni, bara hvar eru bílastæðin hérna? Þú veist, maður hugsaði bara það er eitthvað að gefa þessum gamla manni kaffibólla og pönnuköku og leyfa honum að kvarta einhvers staðar annars staðar en on camera, skilur. Og það það leiðilega við þetta að gamalt fólk ræður ansi miklu hérna. En ég skal segja ykkur eitt sem er sorglegt. Allar kynslóðir verða að tapa stríðinu hugmynd þeirra að Reykjavík. Annars verður engin framþróun í borginni. Það verða allir að berjast, ná fram einhverjum breytingum og tapa þeim svo á endanum og eitthvað annað tekur við. Það er eina leiðin. Annars breytist þetta í fucking Vínarborg, skilur, sem var bara flottasta borg í heimi einu sinni, en núna safn það að hún hafi einu sinni verið flottasta borg í heimi. En hérna, ég er með gjöf til þín, Kjari, sem er svona bara svona hip-hop tengd Two Guys og hérna, ég var að finna þetta á nema mér. Þetta er sem sagt rimna mín í hérna í plastinu og það er hérna sem sagt rimna mín og gefin út hvað? 2002, ég ætla að gefa þetta. Takk. Og mátt ekki taka hann upp. Nei, þetta finnst mér skemmtilegt. Ný og bragðbætt íslensk úrvalsblanda úr sérvöldu hráefni, náttúrulegt rimna mín. Förum að segja hvaða lögur á þessu. Sko, nummer 1 er Bent og Sjöberg. Þetta er alltaf mjög svona erfitt að lesa. Já, svona, en svona var þetta þá, sko. Það var ekki alveg auðmeltalegt allt, sko. Og hérna, það þurfti að hafa hans fyrir þessu. Bent og Sjöberg með lagið Drykkja. Varst þú ekki í því? Nei, ég var í útilegulaginu. Það er útilegulagið. Hvernig var Drykkja áttur? Þú varst í því líka? Drykkja, ég maður ekki. Ég var ekki í útilegulaginu. Psykopa sem var hljómsveit Cesara og Blasrocka með lagið Verbalt. Það er ansið erps og Cesara-legt nafn. Verbalt. Ég var ekki eftir. Afkvæmi guðana upp með hendunar. Var það ekki svona doppeltempo bíó? Já, það var hérna grílurnar samtlið þannig. Það er svona merkilegt. Já. Svo er það hérna Rottweiler, Rabies canis. Rabies. Svo er það hérna Forgotten Lost þegar ég sé Mike. Já, en þú ert að gleyma Cesara featuring Skafti Ólafs. Það er það er alltaf floti allstaðar, það er Skafti Ólafs. Muni en að Forgotten Lost þegar allir held að vera þegar Ægir sér Mike. Það heldur það Ægir sér Mike. Bróðir minn er hérna, já, hann var svolítið fljótur stundum að lesa og flýtti sér of. Og ég átti fyrstu afkvæmi guðanaplötuna sem var bara svona brendur diskur. Dæmisögur. Og hann hélt alltaf hljómsveitin heiti Afmæli Guðna. En ég meina, Forgotten Lost, þegar Aðísi Mike, ég bundnu orðin beisla verð, sveifla penna eins og langi skýja skokkari með geislasverðri, veislaðirði rappari, því rockari, því rockamækin brokkandi, Forgotten Lost, þú veist, þetta er ennþá gott í dag, og hlusta á þetta. Ég gleymdi að setja vitlust. Og þetta fyrir bæri fyrir stór fyrirtæki og verður ósænandi, okkar eigin hljóð færandi, fyndu orðin flæðandi. Það er svo hérna Móri hljóðtæknir. Það er gæt. Það er því læknir, eina segi ég vildi var að vera hljóðtæknir. Ég er verið hljóðtæknir. Og hann er hljóðmaður. Já. Hann meikaði það. Svo Certified Classic, Vivid Brain, Vont en það vesnar. Það er classic. Það er gæt. Geðveitt. Sjárat á Vivid. Svo Vont en það vesnar, sjárt en það sjatnar.
Bæjarins bestu rappari. Ok, Já. það er classic. Það er classic, það fannst þið vond upptaka þarna á þessu sko. Við vorum svo, okkur lág svo á að gefa út lögin, við vorum ekki tilbúin að vanda upptökuna. Við bara tókum þau upp, sem bara keyrðum við með þau, bara fengum við bara Egill vinnur okkar sem var hérna í Mosó. Keyrðum okkur bara upp bara með þetta. Þegar við tókum fyrsta lagið okkar, við sendum það með... Nei, þetta er annar lagið. Fyrsta lagið var hérna Betur en flestir. Og það lag bara brendum við á disk og ég er ekki að grínast, við sendum bílstjóra með það niður í Ríkisútvarp. Bara nýbrendan disk, það voru svo heitir. Afmæli Guðna. Svo er það Diplomatics, dagurinn í gær. Diplomatics var hljómsveitir úr Hafnarfirði. Já. Sem var on the scene sem að rappa hérna, var í Rýmnarflæði á saman tíma. Ég líka elska að sé komin Hafnarfjarðarsena aftur, eða þú veist, ekkert aftur, bara svona Gross. Já, Kári sonur minn og allir vinnar sér að hlusta á. Já, það er bara svona, það sé eitthvað svona samt úr Hafnarfjörði. Ég fíla hann Gross, hann er með eitthvað nýtt flæði. Já, Alórian er líka geðið. Akkurat. Herra, svo er það, alltaf sé ekki vinsalasta lagið á þessari plötu, ekki kíkja. Á ég ekki skjóta hvað það er? Þú veist að sjá það. Nei, ég veit hvað lag, bara þú ert ekki múin að lesa upp. Já. Það viltu með maka, MC Messias. Já, Messias MC. Shoutout á MC Messias. Shoutout á fucking... Það er Messias MC, skulum hafa þetta rétt. Steve Sampling. Hann með þetta hérna, Messias MC. Já. Þetta er hérna. Já, MC var fyrir aftan. Ef þú búin að þekka henni að blengi ekki og Danni og kallar hann MC Messias. Svo, þetta lag Messi. var mjög vinsælt. Þetta var svona, ekkert eitt af fyrstu, þetta var svona úr, ef að kalla þetta svona úr svona þessari hip-hop senu. Þetta var rós á stéttinni. Var mainstream sko. Já. Og munið þarna á þessum dögum, þessum árum. Sampl með Hauk Mortens. Viltu með mér vakir, blómin sofa. Þetta var á Pop TV, munið það var þetta að ringja inn og kjósa lög. Já. Þetta var mjög vinsælt þar. Það heit Pick TV með Steina. Þorsteinn Lár hringdi einu inn í það og sagði blessa maður, Danny Deluxe hérna. Já, blessaður. Það var hinn eitthvað spil, ég er almaður hinn eitthvað. Þetta er rosa plata Danny. Ég er mjög þakkláttur fyrir það. Þetta er alvöru collectible. Plastinu sko. Og og með limmanum hérna. Jú, bara leið þessu þáttur er búið, þá ætlum að hlusta að lægja Verbal með Psychopath. En ég skal segja ykkur eitt að Danni var líka með einhvern annan fortgripina sem var eintak af tímaritinu Sound Íslensk dagurlíf sem tengist í þessa plötu því þegar að þessi Mike segir hann og fáfræði grillum en hann fleiri fáfræði grillum en sound hefur stafsetning og málfræði villur Hérna framan á. Hann er ungu Megas kom og drega maður í alveg. Megas. Hann er ekki, Megas er gamall í mínum huga hann er fresh á þessum mynd sko. Sko, ég ætla ekki að fara út í ykkur á Megasumræði. Þú segir þetta sem var í fresh. Svona með við, þetta er ungur feskur Megas kom og drega. Hvaða ár kemur þetta? Herru, Subway, má ég sjá Subway eins og það. Búnaðarbankin hérna, námsmannalínan. Hvað ár eru við að tala hérna? Jó, Danni eins og Danni, ég man að Danni sá einu svona Kidda Bigfoot panta sér Subway bræðing með bara styttingum og öllu, hann var ekki alltaf að fá með Peppo, laug, eitthvað svona, sagði ekki þetta, hann hafði ekki tíma til að segja pepperoni, ólífum og laug, hann var bara, þú veist, hann var bara sjótt. Sko, sjárat á Kidda Bigfoot, hann er algjör toppmaður, en þetta var ekki Kidda Bigfoot, þetta var Kalli Lú. Þetta var Kalli Lú, ok, en það er saman fótbollalið. Og hvað, þannig að öll áleikin voru stitt. Það var ekki Pepsi, nei, og ég segi hann sagði líka, það var skorið á gamla mátan. Já, vá, það er öngmexin. Það er Ég ætla öngmex. að útskýra fyrir ungvinnum að sérst, í gamla daga, þá var sérst Subway alltaf skorinn, bara svona í lítið svona. Já, ofan á. Já, vaffeila. Síðan hefur verið eitthvað corporate. Þetta var náttúrulega bara tók allt of langan tíma. Hefur verið skipin ofan bara frá headquarters Subway að bara skera í miðuna, bara svo venlega langur hverju skonda sko. Og þá voru einhverju öng sem komum bara, ég ætla að fá skorið á gamla mátan, takk. Sko, fólk vissi svo lítið næringafræði þegar Subway kom að Subway var álitinn ekki bara hollumatur, heldur mögulega hollasti matur sem gast borðað í höfuðborginni. Fólk var var bara fyrst með einhverja majónissósu og skingu og eitthvað allir hér
og þú veist, eins og það var eitthvað munur á að borða 12 tommu bræðing og pizzu, skilur ungu feskur Björn Bjarnason að tala hérna sko Ingibjörg Sólrún og Björn Bjarnason í viðtali og sko hérna Má ég lesa eitt? Ég verð að lesa eitt. Já, ég ætla að lesa hérna. Hvaða plötu keyptir síðast? Björn Bjarnason spurður. Það platan Vinabandið heima í stofu sem ég keypti þegar ég var að kynna kosningastefnun í Kolapostinu. Finnst það geggjað. Og blaðamaðurinn heitir Slim Jimmy. Má sjá, sko, það eitthvað veisla hérna sem var hérna ok, ég verið að spurja Björn Bjarna það illuð fokkin mynd Geggjuð mynd á hann. Þeir eru mennta á menningamálur og hann segir hérna hvert uppáhaldsslagið þitt úr Bruce Willis mynd Já, hann dýrkaði Die Hard, það var þekkt sko. Þá segir hann var ekki gott lag í 7. skilningarvitinu Sixth Sense sko, hafið hlusta á nýlega viðtölu Björn hann er feskur hann er feskur hann vill völd eins og öll þessi kynslóð hann er bara, það er ótrúlega áhugavert að hlusta á hann Við förum kannski meira að lesa úr gömlu soundblæði Já, þetta er gott, þetta er mjög gott og hérna, sko, ég er búin að vera að hugsa sem við getum rætt síðar en hérna, svona Ungmaxing íslensk vörumerki sem ég var til að endurvekja og ég hugsaði eitt vörumerki sem við þekkjum Dóri Fókus við unnum báðir á Fókus sem var sem sagt, svona innblaða eða svona hliðarblað devaf og Fókus var frábært brand upp á sitt besta og við gerðum úrslega funky greinar fórum þú veist á Goldfinger og letum einhverja strippar að dæma einhver plötu frá einhverja idolstjörnu og þú veist einu sinni gerði ég grein sem fjallaði hvert einasta skipti sem minnst hefur á Ísland í erlendu kvikmyndi eða sjónvarpsþætti Þetta er mjög áhugavert og það sem ég sakna við Fókus og svona svo sound hérna er að þú flettir blaði sem að þú veist ekki alveg hvað er handan við hornið þetta er ekki eins og í dag þegar maður smellir á grein og þú veist hvað er að koma og þá svona þetta víkkar sjóndeildarhringin á fólki þetta eru tímar sem ég sakna sko. þetta er Ungmaxi ef það er eitthvað sem ég sakna í mínu Ungmaxi er það tímariti undirtónar þá þegar menn voru að dæma plötur með orðum eins og við skulum hafa á hreinu þessi plata bangs like crunchy on a Friday night En hérna við erum að fara að wrap it up Ég ætla að segja þetta, ég er að spila þetta droppar á morgun, þannig ég er að spila kvöldi á 5-deginum 280 það er hérna pizza pop-up og ég er að DJ og er scratching Ég ætla að taka tíma til að plugga ég er að fara með feita hjartað ut á land í helgina hvítasunnu helgina, verð hvítasunnu dag á Egilsstöðum í Valaskjálf, verð deginum áður á Akureyri í Sjallanum með nafna mínum Dóra K sem á örugglega eftir að láta berja mig fyrir ummælum mínum bifreiðastöð Odderar og svo á föstudeginum erum við á Söðakróki á heimaslóð Blöðarans hringdi í Blöðaran í gær var að keyra, hlusta á rapp, ekki gera neitt og allt í hennu kom bara úr mitt Did you wanna call out í Blöð? Og ég bara, hérna og byrjaði eitthvað fikti, byrjaði eitthvað að ringja, ég var en hann svaraði ekki, hann er alltaf góður gaman að því. Kjarri, þú ert náttúrulega kannski ekki kynna neitt nema það að þú ert í frambóði, sækist þarna eftir völdum í Garðabæ og ætlar að reyna Ég ætla bara að vera rúndandi Garðabæin Þú ætlar að rúndandi Garðabæin og hver veit, þann 16. maí verður kosið og ef Kjartan Atli hlýtur náð kjósenda þá má búast við því að ársmiðar á Universal dettin á blandbráðum því að það verður nú erfitt að nýta þá sem kjörin fulltrúi Herri, takk fyrir Það var gaur að láta mig heyra fyrir að hafa ekki verið með fullan klukkutíma sko. Ok, herri, þá býða þess Ef að býða þetta í þögn, nei veistu hvað, hann er að fá 2 mínútur meira en síðast og við erum að vinna okkur hægt og bítandi upp í klullan sko. Saltverk, te og kaffi, bílsarnar Reykjavíkur, Two Guys Við verðum núna á næstunni þá skellum okkur í eldhúsi, við erum að fá Hjalta einna til þess að hjálpa okkur að þróa hann á Borgara við erum grínlist að fara að þróa og ég ætla að senda Pepp á einn mann að því hann bað Pepp og hann hefði ekki fengið þetta Pepp nema hann ætti það skili Valli á pizza 107 í Vesturbænum þeir fóru í breytingarna, þetta var take-away staður þar sem einhvern veginn gast svona einlega suðaðum að fá borðað inni ruttuð til, sett upp klósett það er að setja þannig inn, fá sér pizza og bjór núna það er alltaf fullt þetta hefnaðist vel, við förum að nátt fjölskylda og bara príma setja þannig niður og rífis í pepperoni og tala þessar 2 16 ára sem er að spila fyrir káar, það sé ég Herri, bara takk hjá